Sigurður Lárus Hall, matreiðslumeistari og frægasti kokkur á landinu og ferðalangur svona í lífinu. Bara velkomin í 24/7. Já, þakka að kjalla við það, Benjamin. Svona, þetta nú stórt sagt og mikið í lagt hjá þér, þessi kynning, en kokkur ég, jú. Kokkur ertu? Já, og kallaði bara Siggi. Siggi? Hall. Siggi Hall? Já. En ég ætla bara að byrja á að hjóla beint í spurninguna sem ég vil spyrja. Það er aldeilis. Já, bara ekkert vera tvíuna með þetta. Já, byrjaðu bara. Hver er þín saga? Mín saga? Já. Hvað ertu að meina, ævisaga mín? Já, bara, þú myndir lýsa fyrir sögun henni fyrir einhverju sem Já, hvað ætlar að fara, það er nú alveg bara 700 blaðsíðna bók, sko. Ok. Þetta komið stund á okkur. Ég er sko raun og veru upprunalega frá Vassenda, Vellavatn. Móðurætti mín í Hjaltastað og ég svona ólst þar upp mest megnis til svona 10 ára, 12 ára eftir hvað maður byrjar að telja, sko, þegar maður var þar mikið eftir að þó við flytjum í bæinn 10 ára aldur endanlega, þá svona þar svona tek ég mín fyrstu skref og svo ég flytti vestur í bæ, Reykjavík og þar og geng í Melaskóla og Hagaskóla og svo fór ég í Vestló og þvældist það nú aðeins en fór síðan á sjóinn og byrja að sigla til Ameríku með eimskip, fannst það mér spennandi og fer síðan í kokkanám 20. Þannig þetta svona stuttumáli. Og ég lærði sko á Hótel Sögu, mjög spennandi og ég var búinn að vera einn dag í kokkanámi þegar ég gjörsamlega féll fyrir því að þetta væri það sem að það væri bara búið til fyrir mig. Þetta fag og ég var nú þarna og með mikinn metnað og mikinn áhuga og allt það og á Sögu hitti svona sölu mína sem ég náttúrulega búin að þekkja sem við vorum bara krakkar raun og veru og unglingar og allt það og svona voru þekktust svo sem sæmilega en förum að svona rugla saman reytum okkar vorum einmitt að ræða þetta daginn sko og ég held að hún var svo gömul, hún var svo lífsreynd og gömul hún var 22 og ég 23 það var alveg sko, við vorum búið með hálft lífi sko þannig nú það og þú þekkir nú Sölu vel og byrður að helsa þér Já, takk fyrir það og síðan og við erum þarna saman förum síðan saman til Danmörku fyrst og ég fer að vinna á hóteli þar og Svala líka, við ferum bæði á sikkur hótelinu og svona endanlega fyrst byrjuði einhverju svona smávinnum og svo flytjum við til Noregs og verðum þar inn í Noregi inn í lengst upp út á landi inn í dýpsta dal og innsta firði, Soggfirði í Noregi vonu þar og þar fæ ég stöðu sem yfirkokkur á hóteli inn í Soggfirði og Lindstunum hóteli heitir það nú til að þá og Sala við móttökuna og þar voru við í 3 sumur þá við flytjum til Geilo þú veist hvað Geilo er Geilo er sem sagt skíðasvæði stærsta mest útbyggða skíðasvæði á Norðurlöndum var þá, sko, ég held að sé það nú ennþá í dag og það er einu öðru uppistaðan eru bara hótel og íbúar og skíðabrekkur og að þau okkur langaði bara að fara á skíði það eru ennþá ung og þetta flytjum við kringum sem sagt 1980 og erum þar alveg þangað til 88-89 og rákum þar veitingastað fyrst fyrir að vinna með Íslending sem við kynntumst sem að vildi endilega við myndum fara að vinna saman hann var svona sérstök típa Brynjólfur Eiríksson Binni hétan blessaður og nú farinn mjög sérstakur karakter og síðan bara fer hann og svo bara lætur okkur bara
sjáum staðinn og enda með því að við kaupum þetta allt upp á hann bara fer til Íslands og kemur eitt meir og við kaupum staðinn á ákveðnu verði bara á algjör uppboði og höldum áfram og rekum þetta sem sagt þennan veitingastað alveg í 7 ár, eða raun og veru í 9 ár, voru 2 ár með honum og svo 7 ár eftir það. Og með miklu metnaði og mjög skemmtilegur staður, við vorum ungt fólk, við vorum að leika okkur, við vorum að skíðum, við unnum alla daga, við skíðum alla daga, Svala stjórnaði skíðaskóla meðal annars líka þar á ekki og svo lengi mætti telja, það var glaumur og gleði og gaman, ungt fólk og fullt af góðum vinum og allstaðar að og sem við eigum ennþá mikla vináttu bara okkar kærustu vinir norskir og sænskir og frá þessum tíma og oft haldið ég Union til þess og núna daginn heima og þar voru við alveg þangað til að við svona allt í einu byrja lífið að vera alvarlegt það kemur barn og þá erum við búin að vera í 10 ára erlendis þannig bæði í Danmörk og Noregi og þá förum við svona að byrja að huga því að fara að flytja okkur aftur heim til Íslands. Flytjum ekki heim 19. röð og 8, 10 og 9, 90, 88. Það fyrir svona allt eftir hvernig maður byrjar að telja því maður var svona tóldi lengi á leiðin og fór aftur aðeins og klára og þurfti að vera aðeins og svona þetta svona kringum 1989. Og þá fer ég að vinna upp í Kjós og Svala annar staðar og við erum náttúrulega með barnana Kristu og svo við vorum með eitthvað svona örlíti fé á milli handana og við þurftum að finna okkur eitthvað stað til þess að búa og flyttum við upp í Grafavog bara með fyrstu fólkjum sem flyttur í foldirnar sko 1989, ég held að það var 89 eða 90, ég maður ekki, þetta var svona við vorum aðeins búin að vera að koma við á Hveragerði og byggjum þar og þannig nú það og síðan náttúrulega bætist annar barn við hann Óli sem að þið þekkju nú vel, þú og hann þið eru náttúrulega félagar úr fótboltanum og ég, gamli káringurinn, gerist fjölnismaður og þau eru bæði í Fjölni og þannig eru búið í Graf og bara hefur verið það síðan og eru búin að vera í Graf og ég bara yfir 30 ár. Já. Og og bara, mér finnst Graf og ræðslu staður. Já, hann það. Já. Þannig nú þetta svona á svona fljótum og sagt og síðan, svo ég náttúrulega að vinna náttúrulega ég kokkur og mikið alltaf ennþá alveg á fullir ferðar og mikinn metnað og mikinn áhuga ég fer að vinna fyrir svona ýmsa aðila í framleiðslu til dæmis eins og þá á þeim tíma þá Habitatlax og laxeldisstöðvar og útflutningsráð og mikið að fara á sýningar erlendis tek þátt í það nefnilega var rifjast upp daginn og kom það var ég sem fann það upp, hann mann með mér útflutningsráði að því að þá útflutningsráð með kokk, þá kemur amerískur kokku til Íslands en þau fengu til að gera svona linskótsþætti mat og íslenska mat og matvæli fiskaðarlega, svona útlendinga því það var ekki neitt verið að flytja út á lambakjöti og það var ekki komið byrjuð neitt á því og biður mig að vera með þessum kokki aðstofan, það Bert Wolf amerískur og og ég ger það og við verðum þannig gamla nöst við erum að taka þar upp og fleiri stöðum og þangað og svo þetta sko sýnt og þetta var sýnt á CNN sem var náttúrulega helviti stórt þá og þá var CNN bara allstárt allt og opnar ekki útlenska sjónum það var alltaf CNN, allir með CNN og þetta freka ný Döldi fyndi svo ég gallar upp á stöð 2 og það kemur hugmyndu að gera kokka þetta með þeim
þá var það vissi þér ekki þessu, þá var ég nú bara búin að þekkja þessa kynna þessum mönnum og þeir vildi endilega ég kemi þannig og myndum gera sama kokka þetta. Jú, ég hef mikið náða því. Og svo ég nú þarna bara nýr og þeir fara að spyrja mig, já. Svona, menn svona voru dálítið svona öryggi með sig, það voru að stöðva 2 fólk og kunnu þetta og ég var bara, jú, ég var nú bara ungu kokkur og svona, kunni þetta nú svo sem ekkert. Já, hefur nú verið gert eitthvað sjónvarpi áður, sögðu þeir. Nei, jú, ég gerði það sýta svona 13 svona lítil innslög með amerískum sjónvarskokki, segi ég. Já, eitthvað svona stuttur, voru svona eitthvað nokkra mínútur. Já, og hvað var það? Var það einhver stað sýnt eitthvað? Já, það var sýnt út á CNN og það var að sýna ennþá og sýna alveg stanslaust. Nú CNN, þá dutti bara á stólnum her, vá! Og sko þá var nú, bara CNN! Og þá alltaf nú reis ég upp, sko. Og og svo eftir það náttúrulega var ég, sko þetta náttúrulega, þetta var bara svona hluti af umræðinu þá. Og svo byrjaði ég að gera svona þetta og var við það alveg í sko stanslaust eiginlega í 12 ár. Sko ennþá að gera alltaf inn á milli hitt og þetta svona smotteri. Já. Og og þannig að þetta var nú bara alveg sem sagt næstu vikulega sko þannig byrjun. Og ég endur með að gera 350 þætti 350 pródúsera sjónvarpsþætti gerði ég. Og bæði svona kokka þættir og matreiðsla og kokkeri og allt það eins og kannski fólk mann eftir. Og svo líka ferð og ferðalög og ferð á flugi og ég var náttúrulega bara tímabili besta jobb í heimi. Ég fór hunga og þanga út og var á vínegrum og vínkostulum og flottustu veitingastöðum Frakklands og Ítalíu og Spánar og Þýskalands og ég veit í hvað og Ameríku og allt að tekja móti með sem einhverju sjónvarpsstjörnu og fekk alveg svoleiðis sko þjónustu en sem það steig mér ekki til höfuð sko. Margir hefðu ofmetnast á því en ég bara svo sem ég held að ég hafi verið alveg komin sko það hátt í huga mér áður. Ég segi þetta nú í gríni. Já. Nei, þetta er nú allt svona gríni. Og þetta gekk bara mjög vel og þannig var það svo bara inn á milli náttúrulega verið með viðlóðandi ýmis konar veitingarekstur og margs konar og það náttúrulega, þú veist, og hitt og þetta og sjáum, þú veist, móttökur allan heim fyrir Ísland, mann mikið með sendiráðunum, eða öllum sendiráðum Evrópu og Ameríku, stöðugt alveg bara og líka bara forseta Íslands og fór nokkru tjón með Vigdísi og svo meira og meira og í Ameríku töluvert frá aldamótunum og fyrir þann tíma í svona ýmiskon landkynningaverkefnum og var náttúrulega meðan annars að kynna lambakjötið íslenska og ásamt öðrum afurðum og í hólfótsbúðunum og ferðast öll Bandaríkin með kynningar og kennslu á þessum afurðum og á samtónum Baldvini Jónssoni og við þannig að þetta var unnum út frá Wollstonborg og þetta svo sem byggði ég upp alla kynningarnar, gerði það sjálfur Baldvin sá náttúrulega þáttökuna af þessu öllu saman og síðan og þetta var nú svona meðfram öðru ég gerði að var í Finnlandi svo gerði ég fútafönn, ég get haldið áfram nú skal þú byrja að spurja áður en ég kom alveg nógu langt sko. Já. Og árið sko 2033 þá verði ég sko nei Nei, þetta er svona
Súmera kannski, það náttúrulega matur hana og það fjölskyldan Þetta og alltaf matarreynslan, sko. Já, og viðskipti og Já. sjónvarpsmaður og alls konar skemmtilegar upplifanir. Já. Klálega, ég að spája að hóla mér í næstu spurningu. Já. Hvað á náttborðinu hér? Hvað á náttborðinu hjá mér? Já. Þetta meina, það eru nú yfirleitt alltaf einhverja svona bækur. Já. Klassískar bækur. Þú getur séð góða dátan Svæk þannig þess að grípi, þú getur séð ævisögu Bítlana, þú getur séð ævisögu Bob Dylan og þú getur séð spennuskálsögu og njósnasögur yfirleitt og morðingjasögur og sem ég les náttúrulega mest megnis í núna orðið í iPad. Já. Og en það þetta svona á og það iPadin með bókinni sem náttúrulega alltaf í lestri. Já. Og svo eru hina svona sem ég gríp inn á milli og svo kemur svala stundum með alla farnar, þá svalabröðstöður við hillu og svo tekið það einhverja nýjar út og svo safnast upp. Já. Áttu einhverju uppáhaldsbók? Sko já, ég á fullt af uppáhaldsbókum. Ég á mikið uppáhaldsbókum. Ég svona að lesa, ég les mjög mikið. Ég les náttúrulega sko skálsögur svona bara svona afþreyingadæmi og svo les ég svona mér til gags og gamans og dundus ýmsar og afþreyingu líka svona ævisögur, sérstaklega ég dálítið náttúrulega með sko nostalgískur í gömlum Beatlum og Rolling Stonesum og svona popsögum fyrir 50 árum síðan og svo ýmsar svona ævisögur og svo náttúrulega af sko ég náttúrulega maður búin að lesa þessa íslensku höfunda en þá náttúrulega finnst mér besta bókin alltaf vera Íslandsklukkan. Skrifaða bók og ég les hana reglulega mér til mikil ánægju og til mikil að gleði les ég góða dátan Svæk inn á milli og svona kapla og bara til þess að hlæja og hafa gaman og svo náttúrulega ég svona svo eru svona ágætis vilaga mínir eins og Gylfi Gautur vinur minn og þá eigum við það til svona að sitja og hlæja saman og vitna í Svæk. Það nú ýmislegt svona sem að þetta lesi svona með smeglis, jú. Ef þú ætlar að segja uppáhaldsbók þá það náttúrulega Íslandsklukkan, svo það náttúrulega hérna stóru miklu kokkabækur, ég á nú svo mikið af þeim og ég er búin að skrifa nokkra sjálfur. Já. Þannig að ég tel þær ekki sem uppáhaldsbækur. Nei. En það hefði kannski gert fyrir 40 árum síðan sem ungu kokkur, þá hefði ég komið með kokkabók. Þannig nú það bæði minn. Hann nú það. Hvað miskilur fólk við þig? Hvað fólk til með að halda sem ekki endilega rétt með þig? Það hef ég ekki hugmynd Hvernig hef ég getið að svara því? Ég veit ekki. Ég veit eitthvað fólk heldur mig yfirleitt. Ég fæ bara venjulega mjög svona góð viðbröður á fólki og vingjarleg. Ég hef aldrei orðið fyrir svona aðkasti og skýtkasti út af hvað ég hef verið að gera. Ég bara minnist þess ekki. Nei, ég bara þannig að það ég gef ekki hugmyndu hvað fólk misskilur, það hlýtur að vera mjög mikið. Já. Ég held að sko ég skilin maður. Ok. Já, þannig að það alveg örugt mál, en hvað raun og verið það get ég ekki farið að svona eða hugsa Nei. Þú ert satt misskilin maður? Já, ég hugsa þessi misskilin. Ég mjög misskilin. Tengist því kannski áðan eins og við talar að þú varst komin að háan stall en þú varst alltaf bara Siggi, skilur mig? Já. Þannig þú varst alltaf bara trú sjálfur? Já, ég held það. Ég held það, sko. Ég þekki sumar sem miklast. Svakalega mikið og trublast og kannski ekki á þess að ætla sér það. Mér fannst ég heldur að vera að gera
neitt eitthvað svona svo stórmerkilegt. Ég leit aldrei á mig sem stjörnu. Ég var bara að miðla einhverju í gegnum sjónvarp sem ég hafði mjög gaman að gera. Sjónvarp geriði þekktan. Ég hef alltaf einhvern veginn verið það, sko. Ég elst upp, sko, þau sögðu, sko, þú veist, John Lennon sagði, sko, við erum fæðumst í Liverpool, erum frá Liverpool, en við ólumst upp í Hamborg. Því Beatles voru alltaf að spila í Hamborg á sínum yngstu árum. Og ég elst upp í Kaupmannahöfn og Noregi og sveit í Noregi og Yale og skíðum. Og í litlum eða svona það að segja smábæjum. Þó það séu túrista og fullt að alltaf mjög mikið að ferðamönu þannig að það upp í Yale. En smábæra, það sem allir þekktu mann. Það vissi allir hver ég var. Það heilsu okkur allir og það þekktu allir hvern annan. Og ég hef alltaf svona verið vanur því að þú veist, ég lapp inn í búð og þá segir fólk, já, ég segi ekki með hvað segirðu? Það er bara venjulegt fyrir mig. Og svo bara jafnframt líka svona í mínu umhverfi sem ég hef verið í og svo þegar maður fer í sjónvarp og þá bara verður maður líka landsþekktur og það bara því það er náttúrulega bara eðli sjónvarps og svo sem steig mér aldrei til höfus held ég, það getur vel verið ég sé bara í ruglinu og allir segja hvað er þetta að tala sér, þú ert bara þú veist, montnasti maður á Íslandi og eitthvað svona, ég er nokkið montin sko, en hérna þú veist, ég monta maður því maður hefur eitthvað monta sig, sko, þú veist hvað þetta er að þú ert nú íþróttamaður að hérna, þú veist, ef þú hefur eitthvað monta sig, þá er alltaf að monta sig en ef þú hefur ekkert að monta sig á og ert að monta, það gengur ekki. Nei. Þá ertu bara montras. Já, það passar ekki alveg, já. En hérna, þú segir rétt frá, þú veist, djöfulli skoraði ég flott markmaður og þá er þessi djöfulli montin, en þú skoraði rosalega flott mark og það var alveg rétt í það, sko. Og þú mátt segja. Þú átti rétt á því þá. Já, þú átti rétt á því, sko. Og þetta hérna, en, nei, það er ekki þetta, og svo flest þetta, svo náttúrulega þekki ég mikið af fólki sem er í svona mismunandi tegund af þessum bransa skemmtana og lista og sýningar og sjói og hérna sem oft þessi meitingamennska og sjónvarpsmennska er og þá hérna og það er yfirleitt allir á mjög hóvaru plani það er allir orðnir, það er svoleiðis, það hitt er ekkert í lengur hvort ég búaðinn ég bara áhugi fyrir því og fólk er ekki svoleiðis. Mér finnst þeir sem að miklast mest og eru vestir í svona miklast, það eru stjórnmálamenn. Það eru þeir sem að verða halda þessi og skoran einhver stormin að þeir verða að fara á þing eða verða, já, ég er nú ekki að nefna talunina ráðherra, en verða kannski ráðherra, þú veist, það er nú búin að þekkja ráðherra í, sko, umgangsráðherra í svona 30 ár, sko, og af öllum tegundum. Það eru helst þeir sem miklast alltaf verða eitthvað stórir og eru yfir aðra hafnir að þeir eru komin á þing. Það finnst mér alveg glatað. Já, að þið verði þá, já. Verði ekki trúsjólusir og verða meira svona. Þetta er fólk, þetta eru þjóna fólksins, sko. Já. Þingmenn þeir eru þjónustu fólksins og okkar allara og já. Ekki stjórnarfólkinu, þetta er þjónustafólkinu. Nei, ekki, já, en þetta verður að taka einhverja stjórnlegar ákvarðanir. Það er svona þetta. Já, þetta er ekki listamennir eða sjófólkið eða það er yfirleitt allir frekar á, finnst mér að því sem ég þekki umgengst allir frekar hóvarir og hömbúl með sitt og þakklátti fyrir bara að fá að gera sem þeir að gera. Já, ég verð mjög hrifin af því, maður þekkir alveg bæði dæmin, sko. Já. Ég verð mjög hrifin af því þegar einhver meika það innan gæsalappa og heldur samt í bara sitt sem kjarna og er ekki að láta draga sig út í eitthvað annað en það er að halda hann sé eitthvað yfir annar hafður allt í henni, sko. Nei, það er nú svoleiðis, sko.
Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem þú ert öðru máli í dag? Eitthvað sem þú ert að aflæra? Sem ég að aflæra? Já. Þetta finnst mér fyndið orð. Vá, þetta nú svona sem ekki maður þarf nú að hugsa sig þegar maður svara svona lögur, sko. Já. Hvað, það nú sko, sannleikurinn birtist manni margskonar. Ok. Og það oft erfitt að meta hvað satt og hvað lygi. Ég maður reynir að gera þar á milli, maður reynir að skilja á milli og fatta hvað lygi, en það oft erfitt. Já. Eitthvað sem mér þótti smart og flott bara ljótt og leiðilegt og en svona hvað sagður, aflæra aflæra, já. Eitthvað sem, hvað helstu einu sem verið satt sem úr öðru máli í dag? Já, ég bara geti ég svarað þess á svona óhugsuðu máli. Það mér sko ég svo sem aldrei trúað neitt meira en ég trúi núna, en ég minna á aðri mátavöld og eitthvað svoleiðis og ég nei, ég ætla ekki að svara þessu þetta ekki að svara svona nei, ég mér finnst margur sannleikurinn vera tóm lygi. Margur sannleikurinn tóm lygi? Já. Og sannleikurinn kemur mörgum áttum eins og talar áðan. Hann byrti sem var margskonar. Já. Og hvað gerir maður þá við sannleikan sinn? Sinn eigin sannleika? Já. Nú maður verður að trúa hann þangað til annað kemur í ljós. Já. Og svo getur vel verið að sannleikurinn sé bara ekkert góður. Kannski betra bara að stinga honum í vasan og vera ekkert að tala hann. Nei. Og það oft annað líka. Já. Og og þannig að það er þannig að þú sko það svo þetta svo breytt, Benjamin. Sko, ég ætla að segja það. Það sem að var sko 1960-70 og það sem 2010-20 þetta eins og heil sko science fiction, ótrúleg science fiction bilið á milli. Vísindaskálsaga sem að svo ótrúleg hvernig verður sko eftir næstu 40-50 ár og hún svo ótrúlega við trúum ekki orði sem að bara menn að birta og hún verður allt öðru sem heldur en menn að giska og að segja. Þannig að þetta svo breytingin svo gífulega mikil bara í öllu og þú náttúrulega breytist bara með því og þar náttúrulega veist ekki hvort þú ert að fylgja sannleika eða lygi, ég meina það margt logið og margt satt sem á ekki tala að því að það passar ekki einhverjum og þá ertu komin út í heimspólitík og þá ertu komin út í bara pólitík og stjórnmál og þú ert komin út í ýmiskonar þannig að það er best að vera bara trúa bara hæfilega miklu og ljúga smá og þá ertu góður. Nei, maður það er ekki, sko, ég vil ekki segja ljúga, sko. Nei. Kannski stundum þetta skrök og opilítið, að því það er skemmtilega. Já. En ekki, eða mátti ekki gera neitt sem veldur skada. Nei. Já, þetta er svona, lífið breytir svona bara ógnarhraða. Já. Og maður þarf svona aðlast í einhvern veginn. Já. Og svo það náttúrulega þetta að horfa á líf, sko, þegar þú er konum minnaldur, þá náttúrulega er lífið búið að birta sér. Sko, það búið að birtast mér í 70 ár, næstu 70 ár. Og það, maður verður oft mjög hissa hvernig lífið birtist manni. Og skilur þetta ekki alveg.
en það birtist manni og það kemur til manns og maður er með það og það er bara gott og maður þarf að höndla það og maður höndlar það vel og vandlega og reynir það og eftir bestu getu og vitund því maður veit ekki alltaf hvað er rétt og rangt. Og það er eitthvað svona einhver leið, einhver þröngur vegur sem maður þarf að fara eftir og maður fer alveg stundum út af honum, út af þessu spori en inn á hann aftur og þannig er þetta líf og það er búið að byrja þú veist, fyrir unga mann eins og þig þá þarf þú að geta í hvernig lífi verður næstu 45-50 ár fyrir þig af því þú er ekki hugmyndið það. Nei. En þú ert að búa það til þitt eigi líf til þess að geta styrti og leiðbendi í eins og þú vilt að það verði og fari og þar ert þú þinn eigin gæfismiður og þú leiðbeinir því dálítið sjálfur en ert ekki alveg viss hvort það sé rétt og rangt en þú ferð eftir þessum reglum sem þú ert búin að setja sjálfur þér. Og þannig átt þú náttúrulega eftir þannig á lífi eftir að byrta sem koma til þín á ýmsan hátt, sko. Þetta er nú svona dálítið heimspekileg umræða en ég veit að þú ert náttúrulega mikil heimspeking og þannig að þú er gaman að þessu. Já. Og þetta er það sem býður þín og þíns aldurs og þinna kynslóða. Það er aðeins öðruvísi með okkur þess eldri. Við erum búin að fæta svo leið. Já, við erum búin að þetta var bara fínt, sko. Og það verður örugglega mjög fínt það sem eftir er, en hvað vitum við? Þannig að leiðin eru reglunar og það sem maður reynir að fylgja sannleikanum og sumt er rétt og satt og þú mótar þig og það er einhverjir mótlæti á leiðinni og síðan fetur einhverjir leið og veist ekkert hvað gerist en samt ertu að gera þitt besta í að láta það verða veruleika sem þú vilt gera. Já, vinn úr því sem þér birtist. Já. Þú þarft að vinna úr, þú veist, já, þetta var svona, já. Þú þarft að vinna úr því. Og allt það skilur það er nú svona sko og já hvað vitum við þú veist það sem að var rétt 1960-70 er rangt 2010-20 það er kannski þessi af lærdómur eða viðbóta lærdómur það kannski var ekki rangt heldur bara bætist við og það lærist að það þú veist það verður ennþá betra að því að þetta er alltaf eitthvað það er eitthvað siðferði í tilverun og lífinu og þú ferð eftir siðferðisreglum og landslögum og þeim reglum sem að þér eru kendar og alin upp við og eru bara viðhafðar í kringu í þínu lífi og þínu landi sem þú byrðir, það er öðruvísi reglur í Afganistan en á Íslandi og þú ferð eftir þeim en þær voru kannski en sko reglunar í dag myndi ekki, það var ekki hægt að róta reglunar frá 1960 eða 70 í dag að því að það myndi ekki virka. Nei. Það er kannski orðnar úreldar. Já. Það voru kannski ekki einhverja legareglur eða vitleysa, það er bara orðnar úreldar. Að því að það er komið ekki þróun. Já. Það er komið allt, það breytist ýmislegt og það er náttúrulega bara líka svo bara þróunin öllum, þú veist, þú ert komið með svona tæki og hitt og þetta og það er allir að fylgjast með þér á samfélagsmiðlar og ok, sem er bara góður og þú þarf það breytist allt og einhvern veginn það þróast allt til eins betri vegar. Já. Heldur áfram að gera það. Það þróast held ég ekki til verri vegar. Nei. Ekki allavega í menntuðu og siðmenntuðu þjóðfélögum það þróast ekki til verri vegar. Hvað vitum við? Ég meina, við reiknum ekki með því að koma upp einhver þýskur nasistafóringi og byrja að stjórna Evrópu til helvítis. Við reiknum ekki með því að það kom einhver öfgatrúahópar og komi bara með her og vaði yfir land og þjóð og lemji alla og drepi að því að það passaði þeim. Við reiknum ekki með því. Nei. Við reiknum alltaf með þetta að vera betra og betra.
og jafnvel það sem að þetta slæmt, þá reiknum við alltaf með að vera betra og betra. Það þróunin kannski? Það þróun. Þannig að það ekki spurningum að... Mennkynið þróast, svo bara allt í einu verum við bara komin út allan geim. Já. En kannski spurningum að fylgja reglum hverju sinni en aðlast nýjum reglum og fara út fyrir regluna kannski? Já. Ég meina, þú þarft að fara út fyrir þennan ramma sem að takmarkar einhverja skapandi hugsun. Það þarf að gera það. Þú þarft að svona brjótast út úr viðjum annars. En þú mátt ekki, svo ef þú ferð á langt út fyrir það, þá ertu bara að hrópað niður. Þú mátt það ekki. Nei. Þá lætur samfélagið við það, sko. Já, það er svo leys. Þannig að maður má kannski ekki fara á langt. Nei, mátt ekki fara á langt. Það passa ekki. Það er fín lína. Já, þetta er nefnilega fín lína. Hver er helsti vendipunktur sem eru upplegað lífandi þessa? Vendipunktur? Já. Já, það er náttúrulega eins og ég kom að áðan þegar vendipunkturinn er þegar börnin fæðast og maður verður faðir og salamóðir og við verum foreldrar og þá náttúrulega er það mikill vendipunktur. Þá kemur annar hluti í lífið sem heitir þú veist, þín ábyrgð. Já. Og þú ert ábyrgur fyrir einstaklingum sem að eru komnir í þennan heim út af þér og og velkomnir og þú þarft að sjá til að þetta fólk, þessir einstaklingar og fólk, svona fari vel og sálsökulegst í gegnum sitt líf eins og hægt er, eins og þú getur gert, eins og þitt vald er, eins og þú hefur, eins og þú getur stjórnað þessum þáttum lífsins. Og það er náttúrulega, það er svona aðal vendipunkturinn sem var til dæmis eins og hjá mér og Svölu, þetta hún myndi örugglega segja það sama, því að áður fyrir vorum við náttúrulega bara skemmtilegt fólk sem vorum bara á skíðum og vorum að skemmta okkur og hafðum gaman að vera til og vorum bara, þú veist, við byrjum að gegna spött fyrir að börnum okkur kom ekki fyrir við erum konuð 30, sko. Og það er vendipunkturinn sem var til þess að við flytjum heim og upp í Grafavog. Já. Og það er svona vendipunkturinn, Síðan var nefndur eins og áðan með þess áhugavert að á fyrsta deginum sem þú byrjar í náminu þá bara greip matreiðslega. Já, auðvitað, sko, það er náttúrulega annað, það er svona, það var mikill vendipunktur eða þannig, ég var náttúrulega búin að vinna á veitingastöðum sem bara unglingur og svona, ég var nú svona ekkert alveg ákveðin í hvað ég ætla nú að gera við líf mitt eða tilvöru fannst að ég hafa nógan tíma, þetta var ég nú bara 19 ára þó á þeim tíma þótti það nú voru menn sko svo sem búin að ákveða hvað ætlaði að gera og ég var allan búin að ákveða það ég myndi ekki fara í eitthvað skrifstofu náma eftir verslunarskóla og þó ég hafi haft mjög mikið gagn og gaman að hafa verið í verslun á sínu tíma en ég ætlaði nú svo sem fyrst að fara í matreiðslunám í Danmörku það gekk ekki upp og ég kem heim og ég er þá ég er 20, rétt 9 ára 20 og það hringdi upp á Sögu mamma þekkti þar hótelstjóran og spurði hvort það vanti lærling og það vantaði bara akkurat lærling núna og ég kem heim þetta er 1973 og mamma segi þú verður að klippa þig áður en ferð að tala við á hótelsögu ég fyrir og klippti mig og svo fyrir við tala á hótelsögu og það bara passaði akkurat og ég geti bara byrjað og þetta bara byrja morgun að læra og ég segi bara morgun, bara mæta klukkan 8 í fyrramálið og klippti þau svo áður ég var nú að klippa mig ég náði ekki að segja það þá var allir með svo sítt hár og ég
þurfti ekki að láta klippa mig aftur og svo mætti ég og svo og það verður svona vendipunktur jú í lífinu að því þá einhvern veginn á fyrsta og öðrum þriðja degi, fyrstu 3 dögunum og þá vissi ég algjörlega að þetta væri það sem væri fyrir mig og síðan hef ég bara verið þetta svo verðum að kokkur. Man lærir þetta, svo verðum að það. Ég það bara. Og þetta, allt sem ég geri snýst einhvern veginn í kringum þetta. Þannig þið fannst bara eitthvað hafa gripið á hana fyrstu dögunum, eða vissur það áður? Nei, ég vissi að ég hafði áhuga, ég var búin að sjá það að þetta væri mjög áhugavert fyrir mig. En svo þegar ég byrja að sögja þá náttúrulega bara klikka þetta svona inn. Hvað var það sem greipið það? Bara einhver tenging eitthvað sem tengdist mér og ég tengdist því að vera þarna í hvítum kokkagalla og að læra kokkeri og vera á sögkunni svo sem ekki neitt og maður kunni heldur ekki neitt og maður kann ekki neitt fyrstu 10 árin sem kokkur ekki einu sinni þó þau þykjast vera heimsmeistarar en þú kannt ekki neitt og þú byrjar ekki svo allt í nú eftir einhver tíma þá kannt allt og það er alveg svo leið sko þó að það sé alltaf mikið, þú ert að hafa mikla nýjungar og mikið nýtt að gerast og allt og þú ert að meðtaka og halda þér við og vita hvað þú ert að gera allan tíman þú ert að gera það og svo heldur maður bara svona einhvern veginn áfram að elda og svo ég bara komin eftirlaun en samsum að fer ég og tek í maturauslana oft alveg á fullum krafti og það bara gleður mig fátt meira og það bara verður það bara, og ég fattað þá að þegar ég að hvað þetta á vel við mig og hvað að því vorum að tala að þetta stýi ekki mann ekki neitt til höfus hvað á vel við mig og hvað ég góður í þessu og hvað ég flíkur og hvað ég gengur vel og hvað allir ránaðir og svo leiðis en þetta nú bara eitthvað svona venjulegt kannski þú veist skilur en ég nú ekki beint að meina þetta á þennan hátt þetta nú bara svo leiðis og allt gengur vel og bara allir gestir alveg ofbóðslánaðir og gleðin einn og það er ránaðilegt og þetta gerir náttúrulega þú veist og það skiptir ekki máli hvað gaman, þú verður bara betri og betri og þú veist að þetta svona að menn ennþá þú sér, ég menna Björgvin minn að syngja á fullu og þú veist Egill Ólafsson að syngja og leika á fullu og þetta svo Mick Jagger aldrei betri núna og hann að verða áttræður á sviðinu út allan heimskilur og þannig að þetta er þú veist ég alveg nógan tíma eftir Það einhver ástriðana? Já, þetta er ekki ástrið, þetta er bara líf. Já, bara líf. Þetta er líf. Það er svo leið, sko. En þú varst þá matriða, leiðir einhvern tímann, leiðir ofta eins og varir ekki í vinnunni? Já. Já? Mér erum alltaf leiðið þannig. Já. Næstuði allar minna við. Sko, oft er þessi sko, þetta matarfag, matreisla og veitingafag og veitingamennska. Þetta er kannski meira heldur en bara að steikja sveppina, sko. Þú veist, þessi sko, veitingamennska og allt í kringum þetta sem náttúrulega heilmikið fagmennska. Þú veist, alveg bara frá því að leggja borðið eða hella vínin í glassin eða segja góðan daginn við gestina, skilurum. Að verið velkomin. Þessi veitingamennska, hún náttúrulega oft mjög strembið fag. Og þetta er álagsfag og alltaf að gerast alltaf leið. Þú segir þetta, já, ég bara stolla þessu til morguns, þú getur ekki verið að stolla einhverju mat til morguns, það er best en þú verður bara að gera það núna, skilur það því gesturinn er sérstu við borðið og þú skilur hvað við og það er hérna og þetta er allt svona
það svona hefur tekið á, getur hafa tekið á og það menn verða þreyttir og stundum sér nú ég alveg komin upp í kokk, nú nenni ég ekki meira sko. Og þá ertu kannski búin að vera að gera þetta, þú veist, í einhverja 120 daga. Og þá þú verður náttúrulega að kunna það að hvíla þig. Og vind ofan að þér, af því annars verður menn geðbilaðir. Og þetta var til eins og þegar við vorum upp í Yale og ég og Svalur voru náttúrulega ungt fólk. Við unnum alla daga. Bara hvern einasta dag. Frá því að svona miðjan svona kringum svona 20. október þá byrjuðu að opna svona, það kannski ekki komið snjór en það byrjaði að koma snjór og fólki byrjaði að fara að koma sér fyrir og koma til Yale og þú veist sem að vinna í veturinn og svona og það kannski búið að opna einhverja brekkur með sprautuðum snjó sem sagt búið að búa til snjó og sitta í brekkunan eða þeir geta menn að æfa sig á skíðum, það eru orðið kalt og brekkunan tilbúnar og skíðaklúbandi byrja að koma í þjálfunarbúðir og svo náttúrulega byrjar að snjóa, þá snjóar helviti mikið og það fer allt í kaf og verður bara allt í kaf allan veitir. Þetta upp á fjöllum í Noregi. Og þannig að hverjum einast degi til 1. maí nema 25. desember á jóladag, þá voru við lokað. Já. Ekki aðfangadag, það var alveg opið svona til 6-7 aðfangadag. Já. Og það var alltaf fólk að koma eitthvað inn og það var alltaf verið að gera eitthvað svona kakó og æruskoffi og pakka og færa og glögg og fá sér eitthvað smáttir í þannig að þetta var svona síðast í dagurinn. Já. Og hvernig einast degi 1. maí alveg fram að 1. maí heilt sísón við gátum þetta alveg, við vorum ung við getum þetta í dag líka bæði tvö og og gerðum þetta alveg og svo var maður ofta bara wow djöfullir hlakkaði til þegar 1. maí kemur sko að því þú veist þetta var strembið mjög strembið en þá lokuðu við og tókum frí alveg til sko fram að miðjan júní. Já. Í 1,5 mánuð. Þá fórum við til Íslands og fórum eitthvað. Þannig að við hlóðum battinu mjög vel. Svo var sumar sísón og það var allt öðru sem þá voru bara því þetta er svona á leiðinu á milli Oslo og Bergen þannig að það var alltaf mjög mikið að ferðamönnum og sumri sem komu við hana. Það var allt öðruvísi. Og þá var opið og þá svo lokuðu við svona cirka svona 5. byrjun september. Já. Þá lokaði við að þá voru hættir að koma svona ferðamenn og þá vorum við alveg lokað fram til sko 20. október. Þannig að við tókum alveg góðan tíma sem er algjört frí sko. Já. Og þetta var náttúrulega, fyrir okkur var þetta bara alltaf leikur og við vorum þarna, þetta voru bara gestinir okkar voru vinnur okkar og það kom mikið Íslendingum þarna og svo framvegis og það við vorum alltaf með Íslendinga og það var góð aðstæða fyrir það að búa við gáttum látið alveg 7-8 manns búa í einhvern svona litlum kitrum og lofti í húsinu það sem þetta var það sem við ofta létum þarna og gistu sko æfingamennur, íslenska skíðalagsliði var þarna og fekk að gista hjá mér og ég fæði hjá mér og var þarna mér og minna við æfingar á sínum tíma sko. Þannig að þetta var svona. En hvernig var að vinna með makarinum allir sá, Svölu. Þeir náttúrulega hafa verið alltaf mjög oft í business saman líka. Já, við hefum alltaf verið saman. Já. Við hefum alltaf verið saman. Hvernig það verið? Það var bara held ég allt í lagi, sko. Ég fór náttúrulega ekki að segja hana, sko. Jú, það var stórfínt, alveg, það var ekkit, við vorum þekktum hvort annað, auðvitað, sko, áttu við til að rífa sér svo hundur og köttur og vera alveg brjálandi hvort annað og kasta diskum og hnífapörnum hvort annað, en það stónum bara yfir svona smávegis. Já. Og það var bara einhverju þetta er bara eins og boltanum sko, það sparkan einhverju í þig og hleypur eftir hún heldur fýblít, ég skal djöðlega lemja það eftir og svo allar ekki að lemja sko en það leikur búinn sko en það brýtur á þeir sko viljandi illa, þú verður vondur sko en þetta er sko, ég er ekki að segja að þetta sé svoleiðist en þú veist, það er svona, það ríkur í mann úr en yfirleitt hefur alltaf verið mjög kært á milli okkar Svölu og við náttúrulega höfum verið sko
svona sem sagt einn pinningun með tvær hliðar sko gegnum okkar líf sko og við höfum alltaf verið saman, þetta nú svona tóldi merkilegt sko þetta er ekki öllum gefið að hafa þetta svona. Nei, það er bara einhver í Íslandi held ég 60% skilnaðartíðni eða eitthvað, eða 50%. Já, guð minn almátt ekki tala það. Nei. Og ég við erum það nú einhverju sett við mátti að vera löngu skilin en okkur er aldrei tótt það til hugar. Nei. Og við erum bara höngum saman sæl og ánægð og orðið nú af og amma og það er bara fínt sko, það er náttúrulega líka eitt vendibúntur það er yndislegt að vera komin á það stig. Já, nákvæmlega. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Nýja líf, trú, venja eða hegðun? Nýja trú, venja eða hegðun? Já, það þýðir sko ekki heldur að spyrja mig svona spurningar sko. Nú? Af því ég er bara svona oldfart. Ég er ekkert á því að fara að breyta einhverju sko. Nei. Og ég er með mína, eins og ég sagði fyrr við þig að ég er nú bara með mína einföldu barnatrú og hvað sem er nú satt og ekki satt í þeirri trú og fylgja henni, ég trúi á mátt góðs og venjur svona maður sjálfur, það koma venjur á mann eftir þennan tíma, þú veist, að því að þú veist, lífið kemur til maður, svo er maður og svo þegar maður að gera móta maður sínar einhvern veginn venjur og ég er ekkert of mikið að fara ofan af þeim. Nei. og ég er mjög opinn fyrir nýjungum og nýju en það er ekki allir sammála því sko halda að ég sé nú bara einhver svona gamla kall og haldi alltaf einhverja svona gamla skoðanir. Ég sem er náttúrulega ekki alveg rétt sko. Nei. Ég kemur bara alveg grein fyrir því að það eru mismunandi tímar. Já. Þannig að ný trú ég meina, það hefur ekki ennþá byrst mér geimvera og það hefur ekki ennþá byrst mér sönnun að það sé líf á Mars þannig að ég er ekki farin að trúa því ennþá en ég get alveg ég trúi því alveg að það kom einhvern tímann geimvera til jarðarinnar. Já. Ég veit það ekki. Kannski er ég geimvera. Kannski er þetta geimvera. Það er góð spurning. Nei, maður hliður á þessi venjum og þegar maður eldri verður svona, þegar maður að hanga ákveðna venjur og svona vill svona helst bara vera í þeim. Já, og ég held að þeir sem í kringum mig eru farin að átta sig á því að þú fer ekki að breyta venjum tæplega 70 ára gamals kall sem er svona frekar fastur heldinn og sitt. Ég heyri einhvern tímann sko, ef þú vilt breyta hegðunni eitthvað svoleiðis, ekki breyta sjálfu þér heldur breyta umhverfinu, þá getur þú kannski breyta heldur þú ert orðinn eldri sko. Já, ég meina þú veist, ok, segjum svo að ég fá einhverja, það kom eitthvað sem að segja þá veist, að þetta sé ekki hægt lengur. Þá er það bara, þú veist, ég þarf að fá nýja trú, ég þarf að breyta hegðun. Ég þarf að breyta hegðun. Ég þarf að fá nýja trú. Ég þarf að þetta gengur ekki. Það vegna svo horfur út gluggan og það er allt kafsnjó og koldimt úti og leiðir þetta veður og frost og bílibilaður og allt glatað og þú er blautur í fætunar og þá segir nei. Og þá flyttur þú til Spánar þar sem þú er bara stuttbuxum og barfætur og alltaf heitt og þá valdi hún bara hvað nýtt líf og nýtt trú. Já. Þú ert ekki að breyta venju, þú ert að breyta bara umhverfið. Já, það er orðrétt. Nei, þetta er nú svo í gríni sagt. Hvaða ráð hefur þú fengið sem er það magnað að þú vilt deila með okkur eða það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur við því? Þú getur tengt þetta við lífið eða eldamennsku eða hvað sem er. Ráð? Ég svo sem ég fengi mörg góð ráð og
gefið svona mörg góð ráð. Ég hef verið með náttúrulega umgengst mikið af ungu fólki, bæði sem lærlinga hjá mér, kokkalærlinga og mín eigin börn og þeirra vini. Eins og þú þekkir nú til. Og ég hef alltaf gefið þessu unga fólki þetta eina ráð. Það er ósköp einfalt. Bara 2 setningar eða eiginlega bara 1 setning, bara 2 orð. 3 orð. Don't be stupid. Búm. Farðu að gera lífið þitt, en verð ekki vitleysingur. Hugsaðu bara. Og það er nú svona ráð sem ég gefa ungu fólki allir svona. Þau eru náttúrulega að passa upp á það, þú veist, að þau skilja þetta. Ég man nú ekki eftir ráðum sem mér hafi verið gefin, nema hafa nú allt verið einhvers konar kapsráð. Passaði að láta ekki þennan fara fram úr þér og passaði að láta ekki þetta fara svona. Það er nú bara eitthvað svona og einhver svona ráð í hinn og þessum viðskiptum sem hafa kannski orðið góð og vond. En nei, það er nú svo leið, sko. Ég get nú ekki farið að taka út einhver sérráð sem að ég geri að einhverjum heilugum sannleik eða einhver ráð sem að hafa lagt mína lífsbraut. Ég held að ég hafa ekki svo leiðis. Sem ég mun eftir. En don't be stupid, það er... Don't be stupid. Já. Það er lífsviðhorf. Það er lífsviðhorf. Já. Bara fara ekki ennum lífið og ekki vera heimskur. Don't be stupid, Beggi. Nei. Ég segi þetta við þig. Já. Þú segir nei, ég er það ekki. Ég er það ekki. Og þá ert þú að, nei, já, þú ert það ekki, ég veit það. Já. Það er bara svo leiðis. Nei, já, við hefur sagt ég tek ennþá þegar ég fæ rauðvín, þá segi ég ennþá, veitu hver kendi mér að smaka rauðvín? Síðan ger ég triksi sem hún tókst fyrir okkur og kendur okkur að þefa og... Þið voru nú allir nógu gamlir. Já, við vorum allir nógu gamlir. En ég sé svo mikið eftir þess að við höfum ekki festið þetta. Bara einu sinni í mánuði. Já, við höfum að gera það. Já, við einum bara þá gerum að gera það bara í kjölfæri. Það er ekki allir sem að fara svona og taka sko 2 fínustu vínflöskurnar úr vínlægurnum og opna fyrir hópa 20 strákum. Nei. Og teka vínsmakk. Nei, nákvæmlega. á föstaskvöldi. Það var bara, ég bara alveg eftir því, mér finnst þetta mjög skemmtilegt og þið tóku þetta alvarlega. Það var líka því að við vorum með góðvín. Við vorum að smakka alvöruvín. Já. Við vorum ekki með þessi venjulegu svona bara vín sem þú kaupir svona, þú veist, og bara þetta voru rándir vín sem þú voru að fá, sko. Já, það máli. Bara, já, þannig að þess vegna voru þau svo góð, þess vegna munið svo vel eftir þessu. Þau voru helviti góð, sko. Já. En aðferðin virkar ennþá í dag. Já. En ég er alltaf að segja við strákana við höfum átt að festa þetta í den og það gera bara vínklúb. Já, gera vínklúb. Það skal vera mentorinn ykkar í vínklúbi bara, þú veist, bara gerir bara eitt svona sérstakt íþróttafélag Fjölnis, vínklúbur Fjölnis. Það skal vera mentor og svo Einar Hermanns hinum minn á kantinu, þetta var fínt. Einar formar er svo óinn. Nei, ég segi þetta, ég er nú bara stríða Einar vinnu mínum. Já, Einar. Toppmaður. Síðasta spurningin. Það er bara svona, ef þú mætti koma einu skilabóði á framfæri út lífið til annar einslinga, hver væri svo skilabóð? Þetta eru svona spurningar sem er svona maður þarf að hugsa sig til þess að svara þessu nógu anskoti vitlaust allir halda að það sé gáða, sko. Já. Það er náttúrulega, ég bara sagði þetta við, sko, bara eins og ég segi alltaf bara, don't be stupid. Svo er maður náttúrulega bölvað vitlasingur, það er ekki það með sagt. En nei, það er bara að hugsa vel sjálfa sig og sína og náungan, miðla þeirri góðmennsku sem þú hefur og þeirri góðmennsku sem þú átt mögulega á að miðla, endilega miðlenni til allra og vera bara svona góður í öllu sem þú ert að gera, eins góður eins og þú getur, gerð allt vel, vandaði til verka, vandaði til sem þú ert að gera, vertu góður að þú ert í þessu reynd að vera eins góður eins og þú getur
og jafnvel aðeins betri. Þú veist, hvort sem það íþróttir eða fag eða starf eða umgengni eða háttur eða útlit eða hvað sem sko. Vertu í lagi. Það var þetta gott. Það var allt gott. Allir eiga að vera dýrkaðu góðmennskuna. Búm. Búm. Þetta eru frábæra loka orð, held ég. Já. Það að vera góður í sem maður að gera og vera góður aðra í leiðinni. Já. Ég held að þessi góður skrifta góður lífi. Það svoleiðis. Siggi minn. Þetta góðmennska. Góðmennskan. Gott að vera hjá þér. Já. Gott að vera hjá þér. Takk fyrir komuna. Ok, ekki.